Ég búinn að vera að syngja út allan heim í óperum, já núna í yfir 20 ár. Óperusöngvari og heimspekingur stigu dans við gervigreindina og báðu hana að semja texta í heila óperu. Og útkoman, hún verður frumflutt síðar á árinu. Tilraunin gekk út á það að sjá hvernig einhverjum sem er algjör byrjandi í notkun gervigreindar myndi ganga að skapa listaverk með hjálp gervigreindarinnar. Og það er einmitt svolítið skemmtilegt að vinna þetta með Hrólfi vegna þess að hann hafði enga reynslu af gervigreind. Ég þurfti eiginlega að hjálpa honum að finna þetta forrit á netinu og skrá sig inn á það. Þannig að hann var alveg frábær kandidat í þetta. Við settum strangar reglur hvernig þetta þyrfti að fara fram, hvernig sköpun óperutextans ætti að fara fram. 30 mínútur til þess að semja heila óperu sem að tekur, guðmá veit hvað, 2 tíma í flutningi. Hann þurfti sem sagt að logga sig inn á ChatGPT, hann mátti ekkert æfa sig eða undirbúa sig, læra á forriti, átta sig á því hvernig þetta virkar og fá það til þess að búa til textan. Ég settist niður og ég bað gervigreindina 5 mismunandi umfjöllunarefni fyrir nútíma óperu sem gerðist í nútímanum. Og þá fékk ég 5 mismunandi og ég las þær yfir og hvað finnst þér besta útgáfan? Spurði ég gervigreindina. Og hún svaraði náttúrulega, ég hef enga persónulega skoðun á því, því ég er ekki persóna. Okkur langaði til þess að snúa þessu á haus. Að sem sagt, maðurinn eða tónskáldið myndi semja tónlist við sköpunarverk gervigreindarinnar. Og í rauninni fyrsta uppkastið tók bara nokkra sekúndur og svo fór restina af tímanum hjá mér að lesa yfir og segja getum við haft það örlítið meiri svona, örlítið meiri svona, örlítið meiri hinsegin. Post, trend, repeat. Óperan heitir það. Hún er 4 einstaklinga, þeir eru ungt fólk og þau búa öll saman og 3 þeirra eru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. Það er ástarþríhyrningur og svik og prettir. Söguþráðurinn er alls ekkert óáhugaverðari en maður sér í sumum óperum. Ég vona ég móðgi nú engan þegar ég segi þetta. Það sem var erfiðast var að fá hann til að vera frumlegan og áhugaverðan. En hann var hins vegar allur ofboðslega áferðarfallegur og vel kveðinn ef maður getur sagt það svo. Og svo baði ég að endirinn yrði svolítið tvíræður. Og það reyndar fannst mér takast alveg ljómandi vel. Ef maður er kannski að semja skáldsögu eða leikrit eða hvað sem er og maður er með einhverja ritstíflu, þá er hægt að ræða við gervigreindina. Sköpunarverk gervigreindarinnar sem slíkrar eru oft svona frekar óáhugaverð og döll eins og er sagt á ensku, ef að manneskjur koma ekkert að málum. Þetta er nú bara rosalega handavinna sem eftir en koma sjá, hérna á ég 20 blaðsíður eftir handavinnu og þá er þetta bara búið. Hvernig fannst þér sjálfum útkoman vera svona í lokin? Að mörgu leyti eins og búast máttu við, mér finnst textin alveg ganga upp. Þetta er ekki besti óperutext í heimi. Það eru til óperur sem eru mjög vinsalar sem eru með texta sem nú algjör bull. Heldurðu að varðandi óperuna ykkar að fólk muni upplifa hana á annan hátt þegar það veit að textaverkið er samið af tölvum? Það er nefnilega áhugaverð spurning, Þetta er samið fyrir 25 manna hljómsveit og 4 söngvara. Og mín fyrsta ópera, þannig að það náttúrulega liggur mikil vinna að baki. Það er mikill áhugi og það hafa sumir líka brugðist mjög illa við og bara orðið reiðir þegar ég hef kynnt hugmyndina. Verður hún flutt einhvern tímann bráðlega? Núna er verið að skoða hana í Svíþjóð, Norður Svíþjóð. Já, ég held ég get alveg fullyrt að hún mun koma hér.